Ertu tilbúin? Já, ég heilsa ykkur í Jesú nafni, vinir, og ég er afskaplega þakklátt fyrir að fá að vera hér í dag og ekki bara í dag, heldur að eiga þetta samfélag að. Þórdís kom aðeins inn á það sem ég langar að tala í dag og hefur komið til mín meir og ég var að tala við ykkur daginn í sambandi við hvíldardaginn, hvernig ég finn svona í hjarta mínu, hvernig Guð hefur meiri áhrif á mig þar, að hvernig ég tek á móti hvíldardeginum, hvernig ég dvel í hvíldardeginum og hvernig ég loka hvíldardeginum, að þetta er dagur, þetta er gjöf. Og ég ákvað að deila með ykkur hugsunum, og þannig var að þegar ég var lítil, að þá ólst ég upp við það á sunnudögum, að þá vorum við systkinin klædd upp, dressuð í okkar fínasta pús, og ég var alltaf sett í pils eða kjól og tekið upp hárið og bara allt þetta fínasta. En það var ekkert endilega verið að fara í kirkju, því að dagurinn var samt alltaf sérstakur, og það var á sunnudögum. Þar sem þetta var talið vera hvíldardagur Drottins, að þá var þetta sérstakur dagur. Ég man alltaf í minningunni hvernig þetta var, og ég veit að þið munið það örugglega sjálf. Það var allt lokað, þetta var bara sérstakur dagur. En það var ekki fyrr en ég var flutt að heiman og komið með 2 börn sjálf, að ég var leidd í sannleikann varðandi hvíldardag Drottins. Ég las þá og sá með eigin augum í Biblíunni að sunnudagurinn var ekki og hefur aldrei verið hvíldardagur Drottins. Ég fékk svo stórkostlega fræðslu og nýja sýn á orði Guðs að ég gat ekki annað en tekið ákvörðun varðandi mitt andlega heimili. Ég hafði nefnilega verið leitandi að andlegri fæðu til að seðja hungur mitt, og ég fann það, en ekki á þeim stað sem ég hafði verið skírð, fermd og gifti mig. Nei, þar var litla sem enga fræðsla að finna í Biblíunni. Allan að það satte ekki mitt hungur. En ég fekk mína fræðslu hjá 7. dags aðventistum og var þar mín fyrstu ár, en svo var boðunarkirkjan stofnuð með nákvæmlega sama boðskap og aðventistar, enda erum við aðventistar. Við erum að bíða eftir Kristi, við erum í aðventu, og hef ég verið hér allar götur síðan. Mér langar að deila með ykkur fegurðin í eftirfarandi orðum sem við finnum á fyrstu blöðum Biblíunnar, en þar segir: Guð lauk á hinum 7. degi verki sínu hann hafði gjört, og hvíldist hinn 7. dag af öllu verki sínu hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann, því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. 3 athafnir Guðs táknuðu 7. daginn. Hann hvíldist, hann blessaði og hann helgaði 7. daginn. Og Drottinn blessar og helgar okkur á þessum sérstaka degi sem hann tók til hliðar og gaf sköpun sinni, því þessi dagur var til okkar vegna, og hann er herra hvíldardagsins. Eins og hann sagði, Kristur sjálfur, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins, og þetta finnum við í Markus í 2. kaflanum og 27. og 8. versinu. Þessi fallegi og sérstaki dagur var okkur gefinn í lok vikunar á sköpuninni eða 7. daginn sem er laugadagur. Hann var ekki bara gefinn gyðingum, heldur gaf Guð sköpun sinni þennan sérstaka dag. Það var svo síðar, eða eftir syndafallið, þegar Guð treysti Móse fyrir sínum 10 boðorðum til að koma þeim boðskap til fólksins, að Guð skrifar með sínum eigin fingri. Og það segir:
Í annarri Mósebók, 31. kaflinn og 18. versi, þegar Drottinn hafði lokið viðræðinu við Móse á Sínafjalli, fékk hann honum 2 sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Boðorðin 10, ekki bara 9 þeirra, heldur öll 10, eru svo mikilvægur boðskapur til okkar mannana að Guð skrifaði þau með sínum eigin fingri. En Guð vissi að dagurinn sem hann gaf sköpun sinni myndi verða fyrir aðkasti og gleymast, og því hefur hann sagt þetta við þig sem á hlýðir. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldardagur helgaður Drottni Guði þínum. Og þið haldið kannski að ég ætla ekki að koma með meira. Jú, ég ætla að gera það. En Drottinn segir þarna, minnstu þess, ekki gleyma þessum degi. En ef við förum í lengra, og þá segir hann í 5. kaflanum og 12. til 15. versinu, gættu þess að halda hvíldardaginn heilagan eins og Drottinn Guð þinn hefur boðið þér. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldardagur helgaður Drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín, uxi þinn eða astni, eða nokkur skepna eða útlendingur sem hjá þér er innan þinna borgarhliða, svo þræll þinn og ambátt þín geti hvílt sig eins og þú. Og minnstu þess að þú varst þræll á Egyptalandi og að Drottinn Guð þinn leiddi þig út þaðan með sterkri hendi og útréttum armlegg. Þess vegna bauð Drottinn Guð þinn þér að halda hvíldardaginn. Takið þið eftir því hvernig Guð er að ávarpa þig beint. Hann segir ekki 6 daga skuli þið erfiða. Nei, hann segir þú. Hann er að tala til þín og mín. Minnstu þess og gættu þín að gleyma ekki þessu merkilega degi, því þetta er líka dagur til að minnast þess með fögnuði hvernig Guð leysti þig úr andlega Egyptalandi, andlegri ánauð á sínum tíma, og á þessum degi fögnum við vegna þess að við erum frjálsar manneskjur í Kristi. Svo margir kristnir menn í dag eru úrvinda, hafa eða eru að brenna út og andlega uppgefnir. Þetta allt á meðan þeir lýsa djarflega yfir. Ég þarf ekki hvíldardaginn, ég hef náð. En náðin átti aldrei að koma í stað gjafar Guðs. Náðin átti að endurheimta það sem syndin tók burt. Hvíldardagurinn var aldrei byrði. Syndin er aftur á móti byrðin. Hvíldardagurinn er lausnin. Jesús sagði, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardags. Ég kem með þetta aftur. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Þegar Jesús talaði þetta var hann ekki að gefa fariseuunum nýja reglu. Hann var að minna þá á gamla blessun. Guð skapaði ekki hvíldardaginn vegna þess að mannkynið var syndugt. Hann skapaði hann vegna þess að mannkynið var mannlegt. Fyrir synd, fyrir þreytu, fyrir kvíða og svo mörgu öðru skapaði Guð dag í sköpuninni til að úthella hvíld, endurnæringu, gleði og samfélagi yfir börnin sín. Að hafna hvíldardeginum í nafni náðar er eins og að hafna mat í nafni trúar. Það hljómar andlega en það hrynur í raunveruleikanum. Náð kemur ekki í stað hlýðni, hún gefur henni kraft. Náð afnemur ekki lögmál Guðs, hún skrifar það á hjarta þitt. Náð frelsar þig ekki frá hvíld,
Hún frelsar þig til hvíldar. Jesús sagði ekki, komið til mín og ég mun, Jesús sagði ekki, komið til mín og ég mun gera ykkur önnum kafin. Nei, hann sagði, komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungarbyrðar og ég mun veita yður hvíld. Í Mattheus 11. kaflanum og 28. versinu lesum við þennan boðskap. Og eina boðorðið sem byrjar á orðinu muna er einmitt það sem flestum kristnir mönnum er sagt að gleyma. Sannleikurinn? Ef náðin gerði hvíldardaginn óþarfan, þá gerði náðin 1/10 hluta á lögmáli Guðs tilgangslausan. Og það er ómögulegt. Því synd er brot á lögmálinu eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi, 3. kaflanum og 4. versinu. Hver sem synd drýgur, fremur á lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Ef lögmálið væri horfið, þá væri syndin líka horfin. Og ef syndin væri horfin, þá þyrftum við ekki frelsara, ekki satt. Hvíldardagurinn frelsar þig ekki. En frelsarinn sem þú elskar skapaði hvíldardaginn. Og hann kallar þig til að ganga í frelsinu sem hann færir. Hættu að bera þá byrði sem Guð kallaði þig til, hættu að bera þá byrði sem Guð kallaði þig til að leggja niður. Náðin er stórkostleg vinir og við eigum að vera þakklátt fyrir hana. En náðin veitir okkur ekki rétt til að brjóta lög Guðs meðvitað. Náð fjarlægir ekki hvíldardaginn. Náðin leiðir þig aftur til hans. Biblían talar aldrei að kristnir eigi að halda sunnudaginn heilagan. Það er ekkert einasta versum að Guð hafi blessað sunnudaginn. Eins og ég finnum hérna í Markusi, 7. kaflanum og 7. versið, að þar segir Kristur, til einskis dýrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Ef sunnudagurinn er ekki lögum Guðs, hlýtur það að vera fyrirskipað af mönnum. Í Daníel 7. kaflanum og versi 25 finnum við athyglisverð orð sem segja eftirfarandi. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hina heilugu hins hæsta og hafi hyggju að umbreyta helgi tíðum og lögum og þeir munu honum í hendur seldir verða 1 tíð, 2 tíðir og hálfa tíð. Hvern skildi Daníel hafa verið að tala þegar þessi spádómur gekk út? Að umbreyta helgi tíðum og lögum. Engin mótmælendakirkja hefur gert þetta, postularnir gerðu það ekki og því síður spámenn Guðs, en Róm gerði það. Og það var árið 321 eftir Krist og það var Konstantín sem fyrirskipaði að halda fyrsta sunnudaginn helgan. Það var ekki skipun frá Guði, heldur pólitísk ákvörðun að heiðra heiðna sólguðinn. Seinna viðurkenndi kaþólska kirkjan að hafa fært hvíldardag drottins sem er laugardagur yfir á fyrsta dag vikunar sem er sunnudagur. Svo sunnudagur er ekki blessaður og helgur dagur, heldur er hann manngerður dagur, hefð eða lygi sem var skipt út fyrir laugardaginn. Helgan dag drottins sem er 4. boðorðið í helgri ritningu. Þessu til staðfestingar skulum við líta á sýnishorn frá kaþólökum sjálfum og heyra hvað þeir segja þetta. Það voru mörg að velja en ég valdi þessar glærur. Sunnudagur er kaþólsk stofnun og aðeins er hægt að verja kröfuna hann út frá kaþólskum meginreglum. Frá upphafi til enda ritningarnar
er ekki einasta málsgrein sem réttlætir að vikuleg opinber guðþjónusta sé færð frá síðasta degi vikunar yfir á þann fyrsta. Og þetta finnum við í Catholic Press, Sydney, Ástralía, ágúst árið 1900. Við skulum færa okkur nær tímanum. Þar segir, til dæmis finnum við hvergi í Biblíunni að Kristur eða postularnir hafi fyrirskipað að hvíldardagurinn skyldi breyttur úr laugadegi yfir í sunnudag. Við höfum boðorð Guðs gefin Móse að halda hvíldardaginn heilagan, það er 7. dag vikunar, laugardaginn. Í dag halda flestir kristnir sunnudag vegna þess að hann hefur verið opinberaður okkur að rómversku kaþólsku kirkjunu utan Biblíunnar. Og þetta finnum við í Catholic Virginian 3. október 1947, blaðsíðu 9, og þetta er grein til að segja ykkur sannleikan. Og það kemur næsta. Flestir kristnir gera ráð fyrir að sunnudagur sé sá dagur sem Biblían viðurkennir til tilbeiðslu. Kaþólska kirkjan mótmælir því það hafi verið hún sem færði kristna tilbeiðslu frá hvíldardegi Biblíunnar, laugardeginum til sunnudags, og að fullyrða að slíka breytingu sé að finna í Biblíunni sé óheiðarlegt og afneitun á kaþólsku valdi. Ef mótmælanda trú vill byggja kenningar sínar eingöngu á Biblíunni, ætti hún að tilbiðja á laugadegi. Áskorun Rómar, immaculateheart.com, Mary Online, desember 2003. Það er ekki skrítið að Jesús hafi sagt við kennimennina í Markusi 7. kaplanum og 8. og 9. versi. Þér hafnið boðun Guðs, en haldið erfi kenning manna. En sagði hann við þá, og lista vel, gjörið þér að engu boð Guðs, svo að þér geti rækt erfi kenning yðar. Það er sárt til þess að vita að margir kristnir einstaklingar vita ekki þessa breytingu sem átti sér stað á sínum tíma. Og þeir sem vita það gera ef til vill lítið úr þessum sannleika og vilja ekki heyra hvað orð Guðs er að segja. Að þetta var aldrei gefið og samþykkt af Guði. Heldur var þetta meðvituð og manngerð ákvörðun að umbreyta lögum Guðs eins og Daniel spáði fyrir Og allar götur síðan hefur þetta verið hefð eða mannasetning, kenning, sem hefur gengið í erfðir mann fram að manni allt frá því 321 eftir Krist. Á síðustu dögum mun Guð kalla fólk að lögum sínum og þar á meðal hvíldardag hans. Og við lesum þetta í Opinberunarbókinni 14. kaplanum og 7. versinu. En þar segir engillinn og hann segir hárri röddu: Óttist Guð og gefið honum dýrð, því að komin er stund dóms hans. Tilbið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Að tilbiða skaparinn okkar ætti alltaf að færa okkur aftur til dagsins þegar Guð helgaði sköpun sína, hvíldardaginn. Og Guð lýsti fólki sínu á endatímanum svona: Hér reynir á þolgæði hinna heilegu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Boðunarkirkjan hefur frá upphafi heiðrað hvíldardag drottins. Að reisa hann við ásamt aðventistum allan heim. Að minna kristna og hvern þann sem vill heyra að þetta er dagurinn sem er sambandstákn á milli Guðs og þeirra sem vilja kenna sig við nafn Guðs. Þetta gerum við ekki af því að við teljum okkur vera eitthvað sérstök. Heldur vegna þess að Guð spáði fyrir að endatíma kirkjan myndi halda öll hans 10 boðorð en ekki bara 9 þeirra. Ég skildi ekki þegar ég tók á móti Jesú fyrir rúm 32 árum síðan. Þegar þetta er talað, þetta með hvíldardaginn.
skipti þetta einhverju máli? Og ég var að reyna að fóta mig í þessu nýja umhverfi mínu. Af því það var erfitt að breyta. Það voru einhvern veginn allir sem héldu sunnudaginn heilagan og allt í einu að fara að halda laugardaginn heilagan. Og þetta var svona svolítið togstreita hjá mér. Þannig að ég spurði mig oft, skiptir þetta einhverju máli? Og ég hef heyrt þetta oft á mörgu sinnum í gegnum árin. Þetta skiptir engu máli. En í gegnum árin hefur skilningu mín dýpkað og í dag skil ég þetta betur, meira og dýpra en nokkur tíman áður. Og já, þetta skiptir máli. Guð er svo kærleiksríkur við okkur, þolinmóður og skilningsríkur og hann gefst ekki upp við að leitina okkur og kenna ef við spyrjum hann. Þegar við leitum til hans með allar okkar hugsanir og ringulreið jafnvel, sem jafnvel að plaga okkur og hann í rólegheitum, greiður úr flækjunni og skilningsleysi okkar á orði hans ef við leifum honum að gera það. Og hann opnar allar gáttir ef við beygjum okkur undir vilja hans á orði. Því við erum sköpun Guðs og hann er skaparinn. Já, minnstu þess sagði skaparinn okkar að halda hvíldardaginn heilagan. Því þetta er okkar sambandstákn. Eins og hjón sem eiga sinn brúðkaupsdag, þannig er Drottinn brúðgumi sálar minnar. Og þannig ætti Drottinn að vera brúðgumi sálar þinnar. Og ef Drottinn er okkar brúðgumi, þá erum við væntanlega brúður hans. Í Esekiel 20. kaflanum og 12. versinu segir Drottinn: Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra, til þess að menn skyldi viðurkenna að ég, Drottinn, er sá sem helgar þá. Og hann heldur áfram í 19. og 20. versinu og þar segir hann: Ég er Drottinn Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldardaga mína og séð þeir sambandstákn milli mín og yðar, til þess að menn viðurkenni að ég er Drottinn Guð yðar. Drottinn er brúðguminn og við erum brúður hans. Herra hvíldardagsins, brúðguminn mætir brúðu sinni á blessuðum og helgum degi sínum. Tákn sambandsins er ekki hringur sem fólk setur upp á eins og fólk setur upp á brúðkaupsdegi sínum. Nei, tákn sambandsins á milli brúðgumans sem er herra hvíldardagsins og brúður hans er hvíldardagur Drottins, laugardagur sem var skapaður okkur til blessunar. Þetta er gleði og fagnaðardagur og Drottinn vill eiga þennan dag með þér og mér, þar sem við leggjum allt annað til hliðar og njótum dagsins eins og við værum stödd í okkar eigin brúðkaupi. Og þannig viðurkennum við að Drottinn er brúðgumi sálar minnar og brúðgumi sálar þinnar. Þegar við göngum inn til hvíldar Drottins, þá lokum við á heiminn, sem þýðir að allt sem við getum gert og talað á okkar 6 dögum ættum við að sleppa að gera eða tala á helgum degi Drottins. Þennan dag eigum við stefnumót við herra hvíldardagsins, brúðguma okkar. Í 1. Jóhannesarbréfi 5. kaflanum og versi 3-4, það segir eftirfarandi: Því að í þessu birtist elskan til Guðs, að við höldum hans boðorð, og boðorð hans eru ekki þung. Takkið eftir þessu, þau eru ekki þung, því að allt sem af Guði er fætt sigrar heiminn og trú vor, hún er sigurinn, hún hefur sigrað heiminn. Við þurfum ekki að gera þetta allt í eigin mætti. Þau eru ekki þung ef við leifum Guði
að koma inn til okkar. En vinir, þegar lygi er sögð nógu oft, er eins og hún umbreytist í sannleika einhvers staðar á leiðinni. Jesús sagði að Satan væri lyginna faðir og sannleikurinn væri ekki í honum. Jesús aftur á móti sagði sjálfan sig að hann væri vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar hvíldardegi drottins var breytt árið 321 eftir Krist, frá laugadegi til sunnudags, þá var það ekki bara einhver lítil breyting sem átti sér stað. Nei, heldur betur ekki. Því sannleikanum orði Guðs var breytt og í stað sannleikans varðandi hvíldardag drottins var færð inn lygi. Og þessi lygi hefur fengið að standa óhreyfð fyrst daga. Síðan liðu vikurnar. Vikurnar urða mánuðum og mánuðirnir urða árum. Þar til við horfum tilbaka og sjáum hverja öldin á fætur annari líða og enn er þessi lygi og blekking útbreidd á meðal kristinna manna allan heim. Það er nefnilega svo merkilegt að myrkrið ræðst aldrei á það sem er falskt. Nei, myrkrið ræðst á ljósið sem afhjúpar það. Á hvíldardegi drottins hefur verið dregið niður í svaðið og traðkað á honum og gert lítið úr honum og öðrum degi flaggað. Á meðal kristinna manna allan heim sem væri það drottins dagur. En allan þennan tíma hefur orð Guðs staðið óhaggað. Það hefur akkúrat ekkert breyst og mun ekkert breytast, eins og Jesús sagði. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt er komið fram. Mattheus 5. kafli og vers 17-18. Guð mun aldrei ryðjast inn í okkar líf og heimta það að við höldum hans upprunlega hvíldardag. Nei, heldur gaf hann okkur sinn heilaga anda til að sannfara okkur og leiða okkur í allan sannleikan, eins og við lesum í Jóhannes 14. kaflanu og 26. versinu. En hjálparinn, andinn heilagi sem Faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Hann hefur sagt þér og mér þetta allt og nú er hann að minna þig á. Og nú er ég líka að tala til þeirra sem að hlýða á þarna úti og sem er að hlýða á okkur útvarpinu og netinu. Guð er að tala við þig. Og Jesús heldur áfram í Jóhannes 16:13 og segir: En þegar hann kemur andi sannleikans, mun að leiða yður í allan sannleikan. Allan sannleikan. Og við eigum að vera svo lítil börn Guðs og taka á móti boðskapnum og vera þakklátt fyrir hann yndislega dag. Í bæn sinni bað Jesús til föður síns og sagði í Jóhannes 17:17: Helga þá í sannleikanum, þitt orð er sannleikur. Eftir að Jesús var tekinn höndum og stóð fyrir framan Pontius Pílatus, að þá sagði hann þessi eftirfarandi orð: Hver sem er af sannleikanum heyrir mína rödd. Og Jesús getur á sama hátt, getur hann staðið hér fyrir framan okkur og fyrir þá sem á hlýða. Og hann segir við þig sem á hlýðir: Hver sem er af sannleikanum heyrir mína rödd. Trúföst hlýðni, vinir, byrjar í hjarta sem heyrir. Við skulum ljúka með bæn. Kæri himneski Faðir, drottinn minn, elskulegi Faðir, við þökkum þér svo innilega fyrir
öll boðorðin þín og við biðjum þig að minna okkur á þig öll. Við þökkum þig fyrir þinn heilaga anda, að hann blæs okkur í brjóst hvað það sem við eigum að gera hverju sinni. Þegar við stöndum frammi fyrir einhverjum áskorunum, erfileikum, eitthvað sem við þurfum að takast á við, að þá það þinn heilagi andi sem styrkir okkur og leiðbinur okkur og við þökkum fyrir það. Og við þökkum þig fyrir, Drottinn minn, að þú gafst okkur þennan yndislega fallega dag, tókst hann sérstaklega frá til að fá að dvelja með sköpun þinni, að þetta væri þetta tákn og sérstaklega á síðustu tímum, táknið á milli okkar, brúðar þinnar og brúðgumans. Elskulegi Faðir, mættum við vinna með þennan boðskap og viltu leiðbina okkur og mættum við beygja okkur undir þennan boðskap í Jesú nafni og gefa okkur algjörlega þér, Drottinn. Þannig biðjum við og þökkum í Jesú blessaða nafni. Amen. Takk okkur fyrir, vinir.